Sæl aftur hér í Íslandi í gær, Íslandi í dag í gær ætlaði ég að segja. Sagði Sigurður G. Guðjónsson lögmaður að eitthvað hefði misjafnt verið farið í það að kaupa ónýtar kröfur í sjóðum Glitnis, auðvitað við það sem hefði verið gert í öðrum bönkum. Við skulum tala við Illuga Gunnarsson um þetta eftir smástund, en fyrst heyrum við komment frá Sigurði. Ríkið lagði Glitni til peninga til að geta keypt út ónýtar kröfur úr sjóðum. Hvað mikla peninga? Það lagði fram 11 milljarða. Og það náttúrulega hefur engin rætt um þetta. Nei, Þegar sjóðurinn var lokaðir þá krafðist ríkið þess að sjóðurinn yrði opnaður og ríkið lagði til 11 milljarða til að kaupa 22 milljarða ónýtar kröfur. Ég meina, veistu þetta? Ég veit þetta. Og þetta er eitthvað sem að ríkið hefur ekki gert í sambærilegum sjóðum? Það hefur ekki gert í aðra sjóði. Og veistu af hverju þessi banki fekk þessa sérmeðferð? Vegna þess að ríkið taldi sig vera hluthafi í bankanum á þessum tíma og kunni ekki við það að sjóður sem þingmaður væri lokaður. Já, velkomin Illugi. Skýrðu þetta fyrir okkur að ríkið lagði 11 milljarða til þess að kaupa 22 milljarða ónýtar kröfur sem voru vist í stoðum. Útskýrðu þetta? Já, þetta er nú kannski ekki alveg nákvæmt hjá honum Sigurði, sko, það sem þarna gerist var það að Glitnir banki, sem að þá var einkabanki, sem hafði auðvitað lent í þessum miklu vandræðum, að hann á þessa sjóði og einn helsti eigandi þess banka sem eru stoðir, þeir lendi miklu vandræðum leið og bankin endur í vandræðum. Sjóðirnir eiga bréf í stoðum og það er síðan ákvörðun Glitnis banka að kaupa þessi bréf. Hvenær er þessi ákvörðun tekin? Já, ég man nú ekki nákvæmlega dagsetninguna, en hún er tekin áður, hún er tekin áður en að ríkið kemur þarna inn síðan með neðarlegunum og ríkið er ekkert hluthafi orðið þarna í bankanum. En eftir að ríkið ákvað þjóðnýta bankan? Nei. Það er ekki búið að taka henni ákvörðu það, hún er ekki framgengin. Þannig að það eru hluthafa bankans og þeirra stjórnarmenn sem taka ákvörðu það að kaupa þessi bréf. Þannig að það eru ekki peningar ríkisins sem er notað til þess, það eru peningar bankans. En það hlýtur samt að skipta máli hvenær þessi ákvörðun er tekin, hvort að hún hlýtur það að vera tekin eftir að stoðir fóru í greiðslustöðum vegna þess að annars væri gert að tala um ónýtar kröfur. Og það er eftir 29. september. Það gerist eftir það að það er komið, það liggur fyrir að ríkið er búið að gera þetta tilboð sem að síðan átt að líða ákveðin tími þá til að yrði gengið að, þannig að eigendur bankans höfðu ákveðin tíma fram að hluthafafundi. En eftir að stoðir þetta liggur fyrir að staða stoði þetta alvarleg, að þá er tekið svo ákvörðun í stjórn sjóðana, það sé ekkert annað fært en að loka sjóðunum til að tryggja það að allir sjóðsfélagar sitji við sama borð. Þannig að það sé ekki verið að greiða 1-1 og þeir sem komið síðan seinna, þeir munu fá eitthvað annað. Og síðan er það að bankinn sjálfur tekur ákvörðun það að kaupa þessi bréf og kaupa þá á afslætti. Það hefur komið fram hjá Sigurði að þarna hefur verið að ræða um 50% afslátt á bréfunum. Þannig að sjóðsfélag taka ákveðið högg, banki tekur til sín, síðan getur hann auðvitað og ég vona það að það komi eitthvað út úr þessum stóðabréfum þegar það mál er gert upp. Þau eru vantilega ekki verðlaust og þau sé ekki verð mikil. Aðalatriði í þessu svonaldur er þetta að það var ekki verið að taka peninga frá ríkinu og ríkissjóði inn í þetta. En eru þetta eignir sem bankin á vegna þess að bankin á náttúrulega í ákveðnum kröggum eins og alþjóð veit og þetta er eftir að ríkið ákveður að koma að inn og kaupa sig inn í bankan eða svo það gerði, yfirtaka þetta lán sem að bankin gat ekki endur fjármagnað. Og vikur síðar gerist það að bankinn er bara þjónustur eins og allir hinir. Þetta er ekki alveg svona. Ríkið er ekki komið inn sem eigandi. Ríkið er ekki eigandi af bankanum þegar þessi ákvörðun er tekin. Það er starfandi bankastjórn í bankanum sem eru fulltrúar eiganda bankans. Það liggur bara fyrir að ríkið hefur sagt við gerum þetta tilboð. Þannig að þú vilt meina það að Sigurður G. Guðjónsson sem var stjórnarmaður í gamla Glitnisbankanum að hann sé að fara með fleipur í því að þetta sé fjármunir sem hafa komið frá ríkinu. Þetta er ekki peningar sem kom úr ríkissjóði til bankans. En hann segir að þetta hafi verið forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem ákvað að gera þetta og bjarga málum þarna því að þú sætir hérna í stjórn. Já, svo eru það nú líka eitt, sko. Mér finnst það nú reyndar alveg furðuleg hugmynd að ætla það að ég sé 11 milljarða virði að menn séu tilbúin til að fara í einhverja afgreiðslu upp á 11 milljarða til þess að því menn segja að það kemur eitthvað illa út fyrir mig. Ég held að það sér það nú bara hver sjálfur maður að ég sé ekki 11 milljarða virði. Ég veistu það, ég veit nú ekkert hvað þarna er, sko, það liggur alveg fyrir. Á þessum tíma þá hafa örugglega verið samskipti á milli stjórnarmanna þarna og síðan við fjármálaráðherra eða forsætisráðherra, þar sem það hefur legið fyrir að hálfu þeirra að þeir myndi ekki gera neina athugasemd við eitt en eitt sem þessi stjórn gerði, svo lengi sem það væri bara gert á viðskiptalegum forsendum, en það var að gera hlutina eins og þeir teldu skynsamlegast með hagsmuni bankans. En finnst þér eðlilegt að hafa farið út í það að kaupa upp þessar kröfur í þessu félagi sem að held að flestir vita og sé ekki mikilsvirði þegar það var ekki gert kannski með sambærilegar kröfur í öðrum bönkum? Já, aðalatriðið er að þarna er ekki um að ræða ríkisbanka. Þegar þetta er gert, þá er það þessi banki og fyrrverandi eigendur hans
stjórn á þeirra vegum sem tekur þessu ákvörðun. Og af hverju gera það? Þarna auðvitað verða mjög óvæntir og ófyrirséðir og hörmulegir atburðir sem gera það að verkum að félag sem einn stærsti eigandi í bankans, það lendir í þessum kröggum, það segja stoðir. Og sama tíma eru skuldabréf sem eru eigu þess félags sem eru inn í sjóðunum sem sjóðsfélagarnir hafa hagsmuni af. Og bankinn hefur mikla hagsmuni af því að sjóðum bankans gangi vel. Komst þú þá hvergi nálægt því að á þessum tíma sast þú í stjórn eins sjóðana, komst þú hvergi nálægt... Ekki eins sjóðana, það er ein stjórn yfir sjóðunum, þannig að það er þannig. Þú komst hvergi nálægt því að taka einhverja ákvörðun það að... Ég átti ekki samtölu við neitt þessar manna sem sátu í stjórn bankans á þessum tíma, hvað þessi mál var það. Ég meina, sko, þessi ákvörðun, hún er tekin enn og aftur, hún er tekin af stjórn bankans. Þannig að það er ekki verið að ræða peninga að hálfu ríkisins sem eru settir hérna inn og ég tala nú ekki til þess að setja 11.000 milljónir til þess að hjálpa mér eitthvað. Það sér það bara hver maður hversu bæði langsótt og fáránleg hugmyndin er. Og hérna að því að sko, hví skildi einhver vilja eyða þvílíkum fjármunum í einhverja spurningum, einhverjum orðstíl. Í pólitíska framtíð þína? Hvað, ég er ágætur maður sko, en ég efast það að menn séu nokkuð maður tilbúin til þess að eyða, hvorki eigendur bankans, né ríkið sé tilbúin til þess að eyða 11.000 milljónum í mig. Það sem var verið að gera þarna var bara að hafa sagt, hér urðu mjög mikla atburðir, við viljum ekki að allt höggið lendi á sjóðsfélögunum. Þessum var ákveðið að bankinn sem var þá einkabanki keypti þessi bréf og keypti það hálfverði. Hann hefur síðan möguleikann þegar að reyna síðan að ná inn þeim verðmæti sem þarna eru eftir. Nóg þetta. Þannig að það var það sem var aðalatriðið. Nóg þetta, þar sem þetta er að styttast í þessu hjá okkur. Út með Davíð og inn með ESB segir DFF í dag og það er mikið talað nefnd sem þú ert sagður sitja í á miklu fleirum, bæði úr Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki. Eru þið að semja nýjan stjórnarsáttmála? Hvað er þessi nefnd að gera? Nei, ég hef nú sjálfur verið tvisvarsinnum þátttakandi í því að skrifa stjórnarsáttmála og þetta er ekki slíkvinna. Hvað eru það að gera? Það sem við erum að gera þarna, það er þetta að fyrsta lagi þá eru ýmsar þar aðgerðir sem að ríkisstjórnin hefur staðið fyrir núna á undanförnum vikum sem að menn þurfa svolítið að ná utan núna á heildarmyndina á hvað er búið að gera. En á sama tíma... Hvað er það einhver endurskoðunarnefnd? Nei, þetta er eiginlega, síðan þurfum að segja, núna, þetta er það sem við höfum verið að gera. Núna til dæmis erum við að beina allri athyglina á það, hvað getum við gert til dæmis fyrir heimilin. Það er að segja, það er fullt af vinnu í gangi í kerfunni í mismunandi ráðuneytum, í fjármálaráðuneytinu, í félagsmálaráðuneytinu, í forsætisráðuneytinu og víðar. Og það sem við erum að gera núna er að segja, við erum að ná utan þetta og segja, hvað er það sem við erum að fara að gera næst til dæmis fyrir fjármálheimiluna og svo framvegis. Og hvað er það að fara að gera næst fyrir fjármálheimiluna? Það er ekki rétt fyrir mig núna að fara að tjá með það. Það eru þá bara ráðherrarnir sem að koma fram með þær upplýsingar allar. Er þessi nefnd sem sagt, fjallar hún á engan hátt samstarf? Nei, enda sko samstarfinn ríkisstjórnarinnar er gott. Auðvitað er þetta miklir álagstímar og mjög erfiðir tímar. Ingibjörg sagði rétt áðan að hún væri volgóðum það að Sjálfstæðisflokkurinn breytti stefnu í ESB. Já, það er okkar sjálfstæðismann auðvitað að ræða það og taka alveg ákvarðanir. Hvað heldur þú? Ég ætla ekki að segja neitt þetta. Það er eitt sem er alveg klárt með stefnu Sjálfstæðisflokksins og ESB. Breytingar á henni verða ekki gerðar nema á landsfundi. Þetta er það stórt mál að við munum aldrei taka einhverja breytingu. Er þetta bíða eftir landsfundi? Já, sko, þú getur haldið landsfund hvernig sem er. Það er engin svona heilu dagsefni. Hefur verið rætt að flýta honum? Nei, það er ekki nein umræða verið þetta. Aðalatriðið, það sem við bara höfum verið að gera er þetta. Við erum að reyna að fara í gegnum þessa krísu að missa allt bankakerfið niður. Síðan eru menn að vinna út af því. Núna eru þessar aðgerðir sem þarf að grípa til meðal annars út af heimilunum og atvinnulífinu, allt sem við þurfum að gera. Þetta hefur algjöran forgang. Framundan eru síðan auðvitað stórar ákvarðanir eins og peningamálastjórnunina, samskipti okkar við önnur lönd. Við erum að berjast við það að reyna að leysa þetta Icesave-mál og ýmis svona stórmál og þau koma svona hvert á öðru og samstarfinn ríkisstjórnarinnar er gott þrátt fyrir það að það séu þessi miklu vandamál. Auðvitað eru menn ekki alltaf alveg á sömu skoðun en í meginmálunum þá standa menn mjög vel saman. Þannig þú spáir engu stjórnarslitum og alveg þverleitar því að þessi nefnd sé á nokkurn hátt að fjalla þau? Já, nei, en alls ekki og ég held að það væri bara svo ábyrgðarlaust að fyrir ríkisstjórn að hlaupa frá þessum stóru verkefnum sem núna er uppi. Kærar þakkir fyrir þetta.